Ég ætlaði að nefna Gyrði, hann hérna í viðtali á eftir, hann 50, mér svona svolítið skrítið að hugsa til þess að Gyrði sé 50 því að... Hann ekki 50. Þetta ekki bara eitthvað Hann skrökvar bara. Já, því að það eitthvað alltaf svona ungt við hann. Alltaf. Kannski að því hann byrjaði svo ungur, ég veit það ekki, en mér alltaf fundist vera eitthvað svona ungt við bækurnar. Hann reyndar gömul sál líka, en það svona eitthvað við fer svona sérkennilega saman, sko. Hvað vildu við segjum hann? Ég veit það ekki. Hann frábær rithöfundur að Gyrðir, hann einn af okkar helstu rithöfundur. Hann einn af fáum íslenskum rithöfundum núlifandi sem hefur snilligáfu. Hann gerir allt vel, mér finnst hann ekki gera neitt illa. Nei, það má alveg til sanns vega að færa. Allavega hefur maður ekki rekist að það. Ekki ennþá, nei. Hann hefur sinn hreina tón, eða sinn tón. Alveg ótrúlega heilstiftan tón og ótrúleg tök á því sem hann að gera. En við viljum að sjá sem sagt brot úr viðtali sem ég tók við Gyrði, það var í kringum 1990, ekki alveg viss á dagsetningunni, þessi ár voru nú þannig, nei, ég að bylla. Og en við vorum að gera þátt, ég og Guðbergur Davíðsson sem að tók þetta, eða svona kom þessu öll í kring íslenska rithöfunda. Það stóð til að reyna að gera eitthvað úr þessu fyrir Norðurlandamarka, við tókum nú viðtal við fleiri rithöfunda, minnum mig Sjón líka. En þarna viðtal við Gyrði sem var tekið upp á Akranesi þar sem hann bjó á þeim tíma og hefur aldrei verið sýnt í sjónvarpi. Þetta brot úr því fyrst og svo viðtal sem ég átti við Gyrði bara núna fyrir stuttu heima hjá honum í efri byggðum Reykjavíkur.